Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Það eru heimsmálin og það vil svo til að nú eru alþjóðalög og svona hið alþjóðlega kerfi undir smásjá vegna þess að svo virðist sem að það sé ekki að virka fyrir okkur og hingað er kominn Bjarni Már Magnússon sem er prófessor í lögum. Hérna, samkvæmt alþjóðalögum voru Bandaríkin að brjóta alþjóðalög með því að senda sprengjuþotur inn í Íran. Já, og bara byrja á að þakka fyrir að bjóða mér þáttinn. Þetta er einmitt mjög áhugaverð spurning og hún er svona ef ég fæ að sleppa að segja já eða nei í byrjun og fara aðeins dýpra strax þá veldur þessi spurning svolítið á hvort að árásir Ísraela á Íran eru lögmætar. Og eina ástæðan er sú að Bandaríkjamenn fyrir öryggisráði Sameinuðu þjóðanna þeir hafa sett þetta þannig upp að þeir séu raunur að koma Ísraelum til aðstoðar og þá aðstoðar í sjálfsvörn. Og það er í raunur kann man segja eina nálgunin sem myndi sem að sletti make eitthvað sense lögfræðilega en hún veldur þá algjörlega á því hvort að árásir Ísraels hafi verið réttlætanlegar að vegna þess að á þá var ráðist og það sé eðlilegt leyfilegt fyrir Bandaríkjamenn að koma þá Ísrael til hjálpar. Já, og það er eitthvað, reglan er þá þannig að ef það er ráðist á ríki þá getur það gripið til sjálfsvarnar og fengið aðra sér til aðstoðar til þess að verja sig. Þannig að Kína mætti koma og aðstoða Íran núna með árásum á Ísrael. Já, það er eitthvað sem Íran geti þá haldið fram og það væri svo sem rök sem myndi alveg ganga. En svo ég fari svo bara strax þá yfir þetta yfir í Ísrael því það er þá lykilatriði miðað við hvernig þetta er hvernig búið að setja þetta upp og kannski segi bara það að Bandaríkjamenn hafa engan sérstakann rétt á að þetta ráðast á Írani að því að það er ekki verið að ógna Bandaríkjum. Engan sjálfstæðan rétt. Og þú átt ekki að ráðast á önnur ríki. Það er bara svona grundvallarregla nema þá í tilviki sjálfsvarnar eða á grundvelli ályktunar frá öryggisráði Sameinuðu þjóðanna og það er náttúrulega bara ekkert í myndinni. Þannig að það er unnur sjálfsvörnir eina leiðin sem getur farið svona lögfræðilega að þessu og það er það sem að Bandaríkjamenn hafa gert og svo það sem Ísraelar hafa sagt. Þeir segja að þetta sé í sjálfsvörn og þá verður að skoða er þetta sjálfsvörn og það eru nokkrir hlutir sem verður að skoða þar. Þegar kemur að sjálfsvörn þá er náttúrulega líklega til að hvort sé búið að ráðast á þig, þú sért að bregðast á við eða þá að það sé árás yfirvofandi. Og þegar kemur að þessum þáttum þá þarf að hafa í huga það er hvort þetta sé nauðsynlegt og sjálfsvörn sé eitthvað svona meðalhóf og svo til þess að geta beitt sjálfsvörn þá er svo í sletti hérna á ensku það talað að þetta sé imminent eða yfirvofandi árás og þá getur brugðist við yfirvofandi. Þess vegna orðar Netanyahu alltaf bara korter þá getur þeir verið búin að búa til sprengjuna. En málið sko þá spyrja sig getur árás verið yfirvofandi með vopnum sem ekki búið að búa til? Það er nefnilega sko vandamálið að En þeir eru bara alveg að fara að búa til. Já, það er bara spurning klukkutíma, segir Netanyahu. Það er það sem ég segja, en vopnin er ekki, það liggur ekkert fyrir að þau eru ekki til. Þannig að Netanyahu orðar þetta svona bara fyrir lögfræðingar svo þig. Hann er að reyna að búa til skjól. Já, þetta er sko Ísraelsmenn eru frábærir lögfræðinga. Og mega eiga það þeir reyna allan að rökstyðja með mikið af því sem ég gera lögfræðilega
og allan reyna að setja þetta í einhvern svona ramma. En hvað það? En það sko spurningin, getur það verið yfirvofandi að sko árás með vopnum sem eru ekki til? Og þegar það verður að tala yfirvofandi, þá bara eitthvað sem sko það er bara sá dagur, ef það er ekki gerð árás í dag, þá er bara gerð árás á morgun. Og það, ég held að enginn trúi því. En auðvitað, hvorki ég eða þú aðgangan einhverjum upplýsingum þessi mál. En Netanyahu hefur sagt þetta. Hann hefur sagt þetta. En hann sagði þetta líka fyrir 20 árum og 30, 10 árum og 5 árum og... Já, og þetta sko, það þetta með þetta sko, þetta vera yfirvofandi. Það þarf alveg bara að vera að fara að gerast eitt fyrir bingo. Þetta ekki eftir nokkra mánuði, eftir árið eða eitthvað svoleiðis. Og það málið, það eru alveg til kenningar sem segja annað, en það bara ekki hugmyndir sem eru svona viðteknar meðal ríkja. Ísalar hafa verið helstu stuðningsmenn þess að gera svona fyrirbyggjandi árásir og reynda að byggja upp lögfræðilegar röksemdafærslur og þeir rökstu þetta meðal að sjá öryggisráðinu með vísun til sjálfsvarnar og grauta svolítið saman mismunandi tegundum af svona sjálfsvarnarrökum og það er til svona kenningar, hvað maður segja, svona rammi sem heldur í fram að sé raunverulega bara alltaf hægt að fara í sjálfsvörn til þess að fyrirbyggja árásir. En vandamálið það að ef þetta gera einhver fyrirbyggjandi árás að það þessi tími og ástæðan fyrir þessum sko þrönga tímarama að það getur hlutinni geta breyst. Sko frá því eitthvað sé svona yfirvofandi eða líka í loftinu og þá alveg tími og það eru aðrir möguleikar, samningaviðræður sem voru alltaf í gangi hérna. Að það eru samningaviðræður í gangi og mér sko að það drepa samningamanni sko sem svona, já maður ættir ekki að hlæja þessu en þetta svona, það svolítið brútal. En þetta atrið og þess vegna myndi ég segja að árásir Ísraela sé ekki löglegar. Út af þessu, það vantar þetta ekki yfirvofandi og alveg óháð því að Íranir hafa verið að styrkja eins og Hezbollah, Hamas, Houta, að það samt sem aður, þetta ekki yfirvofandi. En kannski þetta náttúrulega bara, hvað maður segja, og endanum eðlilegt að þessi tvö ríki sem búin að hafa einhver svona proxystríð endi í átökum. Þannig að því að... Það ekki samt sko lögulega samkvæmt alþjóðalögum. Má ég spyrja einu varðandi hversu langt Ísraelsmenn vilja teygja þetta? Já. Gæti ekki bara Pútín sagt það að innrás mín í Úkraínu, hún var fyrirbyggjandi til þess að varna því að NATO-ríki myndi búa til herstöðar þarna og ógna öryggi mínu. Það hún að réttlæta bara hvaða innrás sem með þessum hætti? Sko, það tónar nefnilega alveg óþægilega mikið. Sko, það eru óþægilega mikið tónar og svona hvað maður segja, samtónn á milli þessum Ísraelsmenn að halda fram og svona þessi lögfræðirökin. Þetta náttúrulega málsáttekinn önnur og allt það sko, en það svona ákveðin tónn á milli þessara röksemdafærslna sem svona óþægilega nálægt hvort öðru. Sérstaklega fyrir þau ríki sem að vilja vera Ísraelsmegin, annar deilinu Úkraínumegin hinn. Einmitt, þetta svona, þetta svolítið óþægileg stað, skulum við segja, og einhver myndi kalla það tvískinning. En svo ef við tökum svona svipuð eða svona ef við berum saman bara fyrir nokkrum vikum síðan þá voru Indland og Pakistan næstu farin eða voru bara í átökum átti þá annað ríkið að hafi það þá rétt á ráðst á kjarnorku innviði og einhver svona tilraunastöðvar sko átti Indland að ráðst á Pakistan hafi það rétt til þess kjarnorkuiðniðina til þess að fyrirbyggja kjarnorku árásir eða eitthvað svoleiðis og eins öfugt. Þetta gengur ekki alveg upp og að því að þarna kemur líka inn í þetta með þetta sko að
að það sé þessi yfirvofandi árás, að það sé ekki bara ógn einhver svona almenn ógn, meina sko og ég fyrir ekki hótun. Nei, því hótun náttúrulega sjálfstætt fyrirbrigði. Og svo náttúrulega, vissulega hafa verið náttúrulega í alls konar yfirlýsingar í Íran að það skuli eyða út Ísraelsríki alveg oft á tíðum og alls konar svona, hvað maður segja, mjög glannalegar staðhæfingar. En sko, mér finnst svolítið skjóta skokku við að Ísraelsmenn sé að nota, sko, benda á það miðað við svo yfirlýsingar sem Ísraelsmenn eru búin að hafa til dæmis mál með Gaza og Palestínumenn og annað. Þannig að ef þetta var almenn regla, ef við erum alltaf að hugsa þetta svona almennt, ef þetta var almenn regla að þú getur litið til svona yfirlýsinga, svona glannalegra yfirlýsinga, jafnvel fólk sem hefur ekki sko völd til að framkvæma það sem það er að segja, að ef það væri almenn reglan að mætti líta á það sem einhvers konar ógn, þá væri það mjög slæmt fyrir mjög mörgu ríki og bara hvernig pólitíkin í mörgum ríkjum virkar og svona glannalegra yfirlýsingar sem kannski meira ætlaðar fyrir innanlandsmarkað en sem eitthvað svona raunverulegt innlegg inn í alþjóðapólitík. En ef að árásir Ísraelsmanna á Íran eru ólöglegar, þá eru klárlega árásir Bandaríkjanna. Já, það fylgir þá því. Þannig að þetta er bara lögleysa, segjum það hreint út og það er sko afstaða meirhluta þeirra fræðimanna sem hafa verið að tjá sig þetta og skoða svona seinustu daga. En auðvitað setur maður alltaf þann fyrir og maður hefur ekki aðgang að þessum leyniþjónustugögnum en þessar röksemdafærslur sem verið að setja fram, þær ekkert ofboðslega sterkar og þessi svolítið snúið svona á hvolf. Og það sem mér finnst líka mikilvægt að ef að það er verið að nota sko, ef að það er verið að fordæma einhver sé að brjóta alþjóðalög á einu stað og svona óvinveitt ríki á þá ekki að gera það sama þegar bandamenn þínir eru að gera því sama. Þetta sýnir náttúrulega líka svolítið tvískilning í þessu og þetta pólitíska eðli þegar kemur að alþjóðalögum Þú ætlast þess að lögin hemji hina en ekki þig. Já, svona svolítið kannski. Þannig að bandar ekki sér. Já, maður má kannski segja það sko að þarna er verið að nota náttúrulega á þetta sem ríki gera bara. Þeir nota svona þessu lög sér til hagsbótar. En sko, nú ég náttúrulega að vísa eitthvað sem hefur verið að halda fram hjá öryggisráðinu en svo þegar það sem einhverju lögfræðingar, starfsmenn utanríkisþjónustunnar bara undirbúa og skoða í þaula og svona. En það sem ég finnst kannski verra að þessi lagalegu rök, þau hljóma ekkert mikið svona á æðstu stöðum. Svo kannski í hugmyndum neyðarrétt sem er æðri öllu. Já, líklega mjög ríkjandi hugmyndi í Ísrael. Jú, auðvitað og kannski skiljanlega að þeir séu svona svolítið harðar í horn að taka þegar kemur að þessum málum og það er að segja Ísraelsmenn eru hópofslega góðir og færir í lögfræðinni og náttúrulega bara búin að þjálfa fjölda manna af kvenna í lögfræði og auk þess búin að náttúrulega reyna að hafa áhrif á alls konar alþjóðasamninga og hvernig þeir skuli skýrðir og svoleiðis og gera það svo við tölum bara svona listilega vel þannig að en það er sko ef við berum þetta svolítið saman við Íraksstríðið hérna 2003 þá var allt sko pólitíkin og umræðan snýrist allt með lögmætið núna er þetta eitthvað svona aukaðatriði þetta er ekki mikið rætt þetta er bara, hann er bara einhver sterkur aðili sem ætlar að ráðast á einhvern og bara gera það þennu sterkari þetta er svolítið rök Bandaríkjaforseta er svolítið þannig að þetta er ekki stríð ég fór þann inn, þetta er bara aðgerð og þetta er til þess að ýta undir samninga já, það sko, ef að þú bombar eitthvað með 15 tonna sprengju þá er það þannig og gera það ekki sjálfsvörn að
þá ertu búin að þá virkjast þessar reglur sem gilda í stríðsátökum alþjóðlega. Nú hreinlega bara þekki ekki almennilega nógu vel hvernig bandarísk stjórnskipun en mér skilst að þingið að koma inn í þegar að vera að lýsa yfir sko stríði, en þarna væntanlega vera að reyna að búa til einhverja svona mismunandi flokka, það sko stríð. En hann segir samt sko að það sé 12 daga stríð. Já, einmitt, þannig að þetta sko það er væntanlega vera að búa til einhver flokka sko, stríð og svo bara sko einhver svona átök. Hann reyna að gera einhvern aðgreining hérna á milli, svona lögfræðilegan, en þetta náttúrulega... Ok, ef þetta stríð, þá eru til stríðsglæpir. Ísraelsmenn eða Bandaríkjamenn að fremja stríðsglæpi? Sko, þetta er sko, það verður að skoða þetta út frá, það er eiginlega tvennt, þegar við tölum og kannski... að ég segi það bara núna þegar við skiptum upp svona reglum sem getum stríð þá er þetta í megindaráttum 2 flokkar. Það er það sem er í gangi milli þessi svona, hvað maður segja, svona ákvarðantakan það að fara og ráðast á einhvern eða beita sjálfsvörn eða eitthvað svoleiðis og það ætla að nota þessi latínu hugtök, það er jus ad bellum, svona hvað segja, svona pólitíkin svona svolítið kringum þetta. Svo hitt sem kallað er jus in bello. Það er það sem gerist svona á vígvellinum. Og þetta eru tvö mismunandi regluverk sem alltaf hangir oft saman. Og ef við myndum fara og segja að þetta sé ólögmæt árás, og þá getur sagt, jú, þetta væri þá stríðsglæpur að því leitinu að þetta væri, sem sagt, árásin væri þá ekki í samræmi við stóðsáttmála Sameinuðu þjóðanna að ríki að halda aftur á sér og svo framins. Það sem þetta er ólöglegt stríð, að þá er þetta í sjálfum sér stríðsglæpur, en verknaðurinn sjálfur að í venjulegu stríði þá er þetta bara litið á sem að eðlilega stríðsaðgerð. Já, svo er sko þetta á svo ertu með það sem gerist á sjálfum vígvellinum. Til dæmis þetta sem hefur verið gagnrýnt og er mjög athyglisvert að það er að drepa íranska vísindamenn. Er það stríðsglæpur? Já, sko, þeir eru ekki lögmætt skotmörk sem slíkir, vísindamenn eru ekki lögmætt skotmörk. Auðvitað þeir geta verið á stað sem telst lögmætt skotmark, svo er ráðist á það og þeir myndi vera það sem er flokka sem þá collateral damage. Það á ekki við í þessu, þeir eru bara, þeir eru bara sérstök skotmörk. Já, þeir eru sérstök skotmörk og það er bara einn dróni sendur til þess að drepa þá. Ég myndi okkur óvular, sko, þetta er svona framtíðar nánast, sem eru að nota í gervigreind, vélbyssu og íta henni á stað utan úr game, sko. Þetta er orðið svona mjög framhætt, en vísindamenn, sko, já, það er ekki, sem sagt, þeir eiga ekki að vera drefnir. Samningamenn eins og það verið drefnir líka? Já, það er heldur ekki mjög svona snirtilegt. En hersöðingjörnir, það má drepa það? Já, það er svona, en þetta snertir allt líka, sko, er það nauðsynlegt? Það verður alltaf skot út frá nauðsyn og svo meðalhóf. En auðvitað, ef hersöðingi þá er því allt annari stöðu heldur en einhverju vísindamenn. Og ef að vísindamenn eru þá lögmætt skotmörk, þá eru ansi margir vísindamenn á Vesturlöndum sem eru þá lögmætt skotmörk. Sem að Írani mættu drepa? Já, eða væri þannig, ef við bara tökum dæmi að Svíar eru mjög öflugir í vopnaframleiðslu og svo tengingu milli háskóla og vopnaframleiðenda að það væri ansi margir sænskir vísindamenn sem væri þá lögmætt skotmarki og það væri alltaf að skoða þetta út frá hvernig þetta væri almenn regla. Það er alltaf að vera að skoða þetta út frá hagsmunum einhvers, já, við erum að drepa sér vísindamenn af því að þeir eru að gera þetta. En hvernig þetta snýr öfugt, sko? Hvað með bandaríska vísindamenn? Er þeir þá lögmætt skotmörk líka, sko? Það sem að ég óttast svolítið að það vera að ganga svolítið langt í þessum efnum og auðvitað er alltaf þannig að ríki hafi verið að brjóta þessar, sko,
skuldbindingar sínar hægri vinstri í gegnum tíðina. Er ekki til pent stríð? Nei, og það alltaf, þú veist, ég held eiginlega fullir að það eins og stundum gert að það alltaf stríðsglæpi framdir í öllum stríðum, að einhverju leyti. Svo spurning hvort herinn taki á þeim eða ekki, og svo getur stríðsglæpir verið misalvarlegir. Það getur verið eitthvað tiltölulega léttvægt eða þá bara hreinlega skipulegar aftökur, sko. Þannig að þetta svona... Þetta eru náttúrulega bara aftökur. Já, þetta myndi vera það, sko, og alveg óháð fyrirætlunum, sko, Írans varandi hvað ætla að gera við kjarnorkuvopnin og allt þetta, sko, að það svo annað, sko, og það alveg skýrt að Íranir hafa skuldbundið sig, hafa skuldbundið sig sjálfir og eru eins skuldbundir til þess að þróa ekki kjarnorkuvopn. Það fjölmargar ályktanir öryggis á Sameinuðu þjóðanna og það svo samningur, NPT-samningur, non-proliferation, ég man nú bara ekki hvað hann heitir á ensku sem Íran þá hefur verið þess að bundið á og það fleiri og fleiri. Það eru samþykktir frá alþjóða kjarnorkumálastofnunni og það alveg ljóst að Íranir eiga ekki að vera að framleiða kjarnorkuvopn. En það eiginlega önnur spurning að því þó að þú ætlar að gera það þá þýðir það ekki að það megi bara koma og sprengja þig. Það svo annað. En það sem að mér þykir eiginlega verst í þessu hversu þjóðarleiðtogar eru sko rammet ekki nógu mikið inn sem sko rétt og rangt í svona lögfræðilegu tilliti. Það vísað í sko oft þennan rétt Ísraels til að verja sig en svo kannski ekkert farið ítalegri hvað felst nákvæmlega í réttum til þess að verja sig. Það örgulega mörgum í Evrópu fundið skrítið að heyra sín stjórnvöld einmitt segja þetta eftir að Ísraels ræðst á Íran og bombardera það, að þá stíga allir utanríkisráðar í Evrópu fram og tala rétt Ísraels til þess að verja sig. Ég svona venjulegt fólk voru þeir ekki að ráðast á Íran, hefur ekki Íran allar rétt á að verja sig? Það nefnilega svo það nefndi það enginn, sko. Nei, það nefnilega nefndi það en það ekki alveg klárt samkvæmt alþjóðalögum að Íran hefur allar rétt á að verja sig, bæði gagnvart Bandaríkjunum og Ísrael? Það meirihluta svona viðhorfið í meðal sérfræðinga í þessum geira, það nú Ísrael sem að ráðast á Íran, alveg samanhátt að kallið það sjálfsvörn og svoleiðis. Þannig Íran þá raunur að beita lögmætri sjálfsvörn. En auðvitað verður hún líka að vera sko innan þá þessa ramma að vera að hafa í huga nauðsyn og meðalhóf og allt þetta. Svo líka eitt mjög áhugavert, sko, má sko þriðja ríki, þar sé Bandaríkin aðstoða Ísraela í svona sjálfsvörn gegn sjálfsvörn. Það svo bælingar, sko, hversu langt má sko þriðja aðili aðstoða ríki sem búin að ráðast á annar ríki í að verja sig við sjálfsvörn og þá kemur inn í svona svolítið áhugaverðar lögfræðilegar vangaveltur. Nú veitum við ekkert hvort það verði eitthvað að vopnahléi eða ekki og það bara eftir að koma í ljós og kemur kannski ekki í ljós bara fyrir einhverjar vikur, sko. Já. Hvort það haldi, því að Donald Trump hefur lýst yfir vopnahléi í Gaza og hann hefur lýst yfir vopnahléi í Úkraínu og guðmátt og hvar ekki. Eitt af því sem hefur rætt að Íranir muni að gera það loka siglingaleiðum. Já, einmitt. Mega það? Sko, það að skoða þetta, það tvö svona regluverk. Það annars vegar það sem í Harrds-samningi Sameinuðu þjóðanna og kannski að samt halda því til haga að Íran ekki aðalar að Harrds-samningi Sameinuðu þjóðanna en bundin af flestöldum reglunum sem eru þar út af því að þær teljast vera venja. Svo það þetta regluverk vopnuð átök. Ef við skoðum Harrds-samninginn þá, og það kannski eitt hérna, því við erum nú kannski svolítið vinstri sinnaðri stöð, að hafréttur mikið til afsprengi þess að verja hið kapítalíska kerfi. Það þá siglingafrelsi. Og af hverju það að verja siglingafrelsi?
upp á vöruflutninga og vöruflutningar náttúrulega gríðarlega mikilvægir fyrir heimsviðskiptin. Þannig að reglunar siglingar eru þannig að það þessi meginregla siglingafrelsi og það eru sérstaka reglur sund sem notuð eru fyrir alþjóðlegar siglingar. Og það eins og Hormuz sundið að þar gilda þessar reglur. Íranir segja reyndar alltaf að við erum ekki aðalega að harðsamningum, en það talið að þessar reglur séu svona venja. En það alveg eitthvað svígrum fyrir Íran að sparka þar eitthvað á móti og þar bara þú blokkarar ekki þessar siglingar. Það bara ekki. Hins vegar, ef þú förum í hittaregluverkið, þar hafban. Og þetta eitthvað sem að Ísalar notuðu þarna þegar stoppuðu för Gretu Thunberg og félaga. Það var gert á þeim grundvelli og það eitthvað sem að Íran gætu skoðað en þeir geta ekki með löglegum hætti blokkerað siglingar algjörlega að því ríki sem taka ekki þátt í átökunum, skip þeirra eiga að geta siglt þarna á milli og svo á þetta ekki að hafa stórkostlega skaðlega áhrif á þess aðla sem ekki að taka þátt í átökum og svoleiðis. Þannig að svari þeim Íran máðað svona, getur ekki alveg gjörsamlega auðvitað geta það bara brotið þá þessar reglur og það alltaf, en þeir geta ekki þá með löglegum hætti algjörlega blokkerað. En nú bandaríski herinn með herstöðar í öllum þessu löndum. Já. Þannig að Írani gætu bara sendt nokkrar flaugar á Katar og fyrstadæmin og fleiri og þar með skilgreint að þessi átökum við öll þessu lönd. Já, þetta náttúrulega eitthvað sem þið gerðu þarna í gær með Katar. Að þá senda þær sprengju inn í þóttu beinsta bandarski herstöð, þá þetta á landsvæði Katar og senda líka sprengju inn í þá lofthelgina. Og það náttúrulega, það vakna margvíslegar áhugaverðar lögfræðilegar spurningar eins og það iðulega verið að fara inn í lofthelgi Íraks. Og Írakar hafa verið að mótmæla því harðlega að það sé verið að fara þar inn. Það svo veikt land að hlustar enginn á það. Nei, það það og þarna komið svolítið þetta þessi sterki aðli sem svona þarna. En það náttúrulega stíl Trump, hann trú á því að þinn sterki að nýta valdsitt. Það sé hinn góði heimur. Þetta svolítið áhugavert því að þegar kemur að þessum sjálfsvarnar pælingum og fara inn í lofthelgi þriðja ríkis, þá er Írak. Og þá það þannig að það eru margir sem telja að ríki sem heimilt að fara inn í lofthelgi þriðaríkis án þess að vera með leyfi í sjálfsvarnarskyni. Það hangir alltaf því. Það hangir alltaf því og það verður til mjög svona, geta orðið til mjög miklar lögfræðilega flækjur í þessu, en svo spurning hvort að fólki sé ekki sama þar. Má ég spyrja manna sem að tengist Írak svona óbeint. Þegar Ísraelsmenn komu sprengjum fyrir í sínboðum Hezbollah. Já. Og drápu þar, það var ekki bara yfir 100 manns. Já, ég man ekki hvað það var. Má það? Já, þetta var... Því Hezbollah ekki þjóðríki, þá þetta skilgreint sem hryðjuverkasamtök og það máttu gera hvað sem er. Já, ég verð að viðurkenna, ég hef bara ekki alveg kafað gjössan lón í það, en þarna skiptir náttúrulega máli að þetta verðast fyrir átökum við þá og þá þetta aðgerð til þess að stráfella þessa vígamenn, en ég verð bara að viðurkenna, ég ekki búin að leggast Ég veit ekki hvort það þjóðarmorð í gangi á Gaza. Já, þetta nefnilega mjög áhugaverð spurning og þetta nokkur atriði þarna sem verður að hafa í huga. Að ef við, þannig að ég veit alveg það er fólk sem gengur og heldur alltaf fram það er þjóðarmorð, sem kallað hópmorð í lögfræði en látum það. Það eru þrenns konar svona alvarleg glæpir sem eru til svona alþjóðlegir. Það þá stríðsglæpir
og svo þetta sko Crimes Against Humanity og svo það hópmorð eða þjóðmorð og það erfiðara og mjög erfitt fyrir eitthvað að vera skilgreint sem hópmorð af því það gera svo miklar kröfur upp á ásetningin. Þú þarft ásetning til þess að... Það sem að Alþjóðadómstóllinn tók tilliti til voru einmitt yfirlýsingar ráðamanna sem höfðu vald til þess að framkvæma þær í Ísrael. Já, í þessar sko svona bráðabirgða. En það var grunur að þarna gæti á sér stað meðal annars út af þessu. Já, og það sem kannski ágætt að nefnir þetta sko því að það sem dómstóllinn gerir, hann með lægri þroskuld í þessu mati þegar að tala bráðabirgðar gerðir. Þá bara er svona hugsanlegt að þessi verið að brjóta þennan samning og þá það ýmis ákvæði sko í þessu sem ekki, þú getur brotið sko samningin hópmorð en það þarf samt ekki að vera hópmorð af því það svo önnur atriði sem eru refsiverð. En vissulega þá náttúrulega búið og þetta alltaf metið, þetta ekki bara metið einu sinni í byrjun og svo ekkert meira sko. Þetta náttúrulega ákveð og sko það alveg svona hryllilega að fylgjast með þessu að varandi hjálpagögnin að þau skili sér ekki og það náttúrulega eitthvað sem Ísrael halda fram að þá Hamas takit allt og eitthvað svona sko. En ég þori ekki bara ég varandi að negla niður að þetta sé hópmorð eða þjóðmorð. Það annað út af þessum ofboðslega ásækningsstigi. Það væri annað að segja þetta sé sko glæpur gegn mannúð. Og í mínum huga þá skipti það ekki öllu máli sko. Fólk bara að deyja óháð sko skilgreiningunni. Það klárt að hann þessu stríðsglæpur. Ég kannski sko eitthvað sem maður myndi efast það? Ég myndi segja að Ísraelsmenn séu að fremja stríðsglæp á Gaza. Ég myndi segja að þetta með að bera ekki inn sko komum í hjálpagögn. Það mjög alvarlegt og ég veit ekki hvort þessi rök haldi. Það líka brot gegn mannúð. Já, og ég veit ekki hvort að þau rök hreinlega haldi hjá þeim. Að þeir verða að hafa þetta svona, þeir verða að skjóta fólk sem að koma að sækja sér mat, sko, vegna þess að annars myndi Hamas nota þetta. Það mjög náttúrulega gróft og það náttúrulega augljóst að búið að fremja hérna ýmsa glæpi eins og bara tökum dæmi þegar sjúkraflutningamennirnir eru drefnir. Það eitt, en sko þannig að þetta það, en sko ég veit ekki, mér finnst þetta að vera svona þegar þessi mál rædd þá náttúrulega að Ísrael ganga ofboðslega hart fram hana. Ganga ofboðslega hart fram og gera með stuðning Bandaríkjanna. En ég átta mig ekki alveg á akkur ekki harðari svona gengi, hvernig voru þetta? Það ekki gengi harðar framgangvart Hamas. Að því að við erum alltaf að gera greinamenn á milli Palestínu manna og svo þessar samtaka Hamas og alltaf hryllingur fyrir bara almenna borgara í Palestínu, hvernig þetta En en sko þetta alveg hræðilegur, svona lögfræðileg hræðilegur og það kemur alltaf inn í þetta mat varandi hópmorðið með ásetningin og það getur mjög sko við tölum bara svona lögfræðilega, það verður mjög áhugavert að sjá þegar Alþjóðadómstóllinn fer að skoða efnisliðina og hann alltaf búinn að segja það að Ísraelsmenn verði að hleypa inn nauðsynum. Og segja þeim að þau verði bara að stoppa árásum. Já, verður að hleypa inn nauðsynum verðum og svona sko og búinn að gefa alls konar fyrirskipanir. Alþjóðadómstóllinn örugglega með sömu kröfur á Ísraelsmenn og fólki sem í mótmælagöngunum innan niðri í bæ. Það að þetta verði stoppað og fólkinu verði komið til hjálpar. Einmitt. Og þetta eitthvað sem að ég á mjög erfitt með að skilja okkur ekki farið með hjálpargögnin og ég meina Sameinuðu þjóðirnar eru með mjög öflugt system og hafa tekið þátt í alls konar aðgerðum hér og þar í heiminum
átakasam að hafa mikla reynslu. Þannig að einhverja hugmyndum að nota einhver enga fyrirtæki sko, sem dreifa matvælum og þetta er einn sérkennasta staða. Já, það hefur verið búið til hungursneyð þetta. En þessi bráðabirgðaúrskurður Alþjóðadómstóls, hann skiptir máli vegna þess að hann segir að sumt sem hann bendir til þess að hann geti verið hópmorðaræði eða þjóðamorð eins og talað í almennu tali. Þá gerir það kröfur á eiginlega öll ríki heimsins að ef að þú hefur grunum að það sé þjóðamorð í gangi þá berðir að gera allt sem þínu valdi stendur til þess að stöðva. Já, en þá beinist krafan að meðal annars íslensku stjórnvöldum. Já, það gera það sko, svo það spurning hversu langt sko. Þú veist, jú, þú átt ekki að sko, þú átt ekki ít undir þetta ástand. Og það kannski, svo ég fá að hoppa inn í eitt, það líka það, ef einhver er að fremja svona sko glæpi, þá átt þú ekki aðstoða við þá. Það kannski snertir þá Íslandinn og Keflavíkurflugvöll. Segjum svo að það veri gerðar að Keflavíkurflugvöllur, að hann væri notaður. Til millilendinga. Já, til millilendinga í árásir sem eru ólar og ef íslensku stjórnvöld vita það, þá berðum skylda til þess að reyna að koma með fyrir það. Það bara þá á ekki að vera notað, sko, þegar ekki að aðstoða við brot. En þetta hefur náttúrulega, sko, það er alltaf spurning hversu langt á að ganga í þessu. Það er kannski eitt sem ég nefna í þessu, það hefur verið þessi krafa að Ísland verði svona svokallar meðalgöngu aðlar í þessu máli, Suður Afríku, gegn Ísrael. Sko það sem ég finnst til að vanta er aðeins svona einhvern lögfræðilegan útskýring af hverju. Það er þannig að ef þú ferð í svona meðalgöngu, þá á það ekki að vera einhvern svona pólitískt statement. Heldur eftir annarkort sko að verja einhver hagsmuni þína eða þú veist, eða þú hefur eitthvað fram að færa. Geta ekki verið svona almennir hagsmunir að við erum bara móti apartheid samfélagum. Þú getur að lita á þannig. Það bara brýtur niður mannúð í heiminum. En sko venjulega er það kannski ekkit langsóttur en þeir að vera að segja að Norðurlöndunum standi ógn af kjarnorkuvopnum í Íran. En það er vel að þannig sko að þess að við talið bara hreint út sko að þegar er svona dómsmál í gangi þá verða dómara bara pirraðir ef þú ert að senda inn bara plögg sem hafa ekkert bætingu við. Og þú meinar þetta verður kannski ekki klókt. Já, sko, þó að það sé svona þau finnst það siðferðilegt og hræðilegt. Pólitískt gildrök að þá er þetta ekki klókt lögfræðilega. Nei, og það svo bara kom einhver aðstofmenn dómarinn og vinsa út, sko, heyrðu, það er ekkert í þessum papirum, þetta er ekki bara, með eitthvað þvaður hérna og þetta, þessi punktur hérna. Þetta er svolítið þannig, sko, að þú spyrir af hverju. Þú getur gert alls konar aðra hluti, sko. Og þetta á við almennt. Ég er ekki að tala bara um þetta mál, heldur bara almennt þegar þú ætlar að vera svona einhvern veginn svona með og auðvitað bara þetta mál er í gangi og Suður Afríkumenn hafa náttúrulega verið í fararbróti. Eitt er hvernig Bandaríkin heiða sér og hafa svo sem heiða sér að þau alltaf látið svolítið eins og alþjóðalög eiga gildum aðra en þá. En sérstaklega núna undir Trump sem að virðist vera bara ósáttur við alla alþjóðlega samninga og allar alþjóðlega stofnanir. Lítur á Sameinuðu þjóðirnar sem bara eitthvað sem að hann þurfi ekkert að beygja sig undir með neinum hætti. En það sem er meira er að sko ríkisstjórnin hans er að setja sko viðskipta þvinganir á einstaka dómara. Einmitt, það er alveg svo ég orða bara beint út að það er gjörsamlega galið. Og sko ekki bara það, heldur láta sko Microsoft loka tölvupósti saksóknar, sko þetta er fyrir neðan allar hellu. Þarna verði sko völdóttaríki heimi vera eiginlega bara kerfisbundið með ákafa að brjóta niður alþjóðalög, alþjóðadómstóla og alþjóðakerfið sem að okkur er sagt að sé bara eiginlega það sem að helst geti varið smáríkis okkur. Þetta er nefnilega góða punktur og því það er svo mikil hagsmunir undir fyrir Ísland að þetta kerfi sem var til eftir seinni heimsstyrjöld að það haldi svona í grófum dráttum. Það er ofboðslega mikilvægt og það er sko
ein okkar helsta vörn. Það ekki eins og við séum með einhverja sko milljónmanna her og þannig það mjög mikilvægt fyrir okkur. Má ég spyrja, það mikilvægt vegna þess að ef þetta kerfi hrynur, eða henni sterku bara þurfi ekki að taka til þess, að erum við þá dottnir inn á bara svona heimsmyndi sem var á tímum nýlenduveldana sem að henni stóru og sterku bara geta skipt með sér heiminum í áhrifasvæði og eiginlega hinir hafa eiginlega engar varnir sko, þannig að við erum bara skilgreind sem hluti á áhrifasvæði Bandaríkjanna og sko svona, maður óttast að við séum að stefna inn í svona þá strauma en að sama skapi, og þetta kannski hljómar þversagnakennt, þá hefur aldrei nokkuð tíman hið sko alþjóðlega regluverki verið sterkara á saman tíma. Sko allt þetta alþjóðlega regluverk, það sko þitt svona daglega líf gegnum sýrt og undir miklum áhrifum frá alþjóðlegum reglum. Það svo margt í veröldinni sem búið að regluvæða alþjóðlega og almenningur áttir sig ekki almennilega á hvað mikið af hans daglega lífi tengist einhverjum alþjóðlegum skuldbindingum, sem allt sem tengist umhverfismálum. Það alls konar heilbrigðismál en þetta En Trump bara fyrir út úr Parísarsamkomulaginu, hann ætlar að fara út úr alþjóða heilbrigðisstofnuninni. Jú, hann gerir þetta sko. Getur þið farið hann með þess að? En sama skapi þá þetta allt í gangi og þessi til dæmis alþjóðadómstóll í Haag, hann hefur svo ég held að hann hafi bara aldrei verið jafn virkur í svona alþjóðlegum deilumálum eins og þarna fyrir botni með Austurlanda. Þannig þetta svolítið þversagnakennt að á sko sama tíma og svona þessi helstu ríki í heiminum bara að líta framhjá svona skuldbindingum og allana í meira mæli finnst manni heldur en hafa verið að gera. Þá svínvirkar alþjóðakerfi á öðrum stöðum og kannski á það getur verið ástæða fyrir því að stóru vilja ekki beygja sig undir það. Þeir sjá að það getur vaxið og bara líst ekki á heimsmynd sem að það myndi fela í sér. Við viljum frekar fara það getur svo sem verið skoðun. En svo bara flugmál, það eitthvað sem algjörlega alþjóðleg siglingamál. Það ótrúlegt, þú veist bara svona viðskipti á milli ríkja. Þetta ofboðslega alþjóðvægt og líka ekki bara sko eitthvað svona global reglur, heldur líka svona svæðisbundnar, bara eins og Evrópusambandið og með Evrópuráðið. Þetta ekki alveg eins einföld mynd eins og oft maður heyrir oft sko, það bara alþjóðakerfi að hrynja og allt þetta. Þannig þetta miklu flóknara heldur en það, en vissulega þessi stef og mjög alvarleg stef og náttúrulega það grundvallarreglan að ráðast ekki á önnur ríki. Það regla númer 1 og við ekki að murka lífið úr fólki. Það svona... Það leifa með sér. Já, þú veist, það eitthvað sem svona komið lengra inn og svona trend og þú þarft ekki að pæla í einhverjum alþjóðlegum siglingarreglum með döður. Þessna þetta náttúrulega sko vonda þessar svona grundvallarreglur séu ekki virtar. En það ekki svolítið, maður heyrir það ekki í íslensku stjórnvöldum að það eru svona 2 lögmál í gangi, annars vegar alþjóðalög, en síðan vita allir að hinn sterki fer sínu fram og við að því við erum á áhrifasvæði Bandaríkjanna, að þá vitum við að þó svo að Bandaríkjanna séu að brjóta alþjóðalög, að þá það bara þannig að við getum ekki andmælt í og harti, að við erum bara svo háðir búlínum á skólalóðinni. Þannig ég meina að þú getur látið eins og þú getur kvartað yfir þessu, en það bara ekki þannig. Sko, ég held að þetta svolítið snúin staða að það rosalega létt svona sem sko að sitja hérna og vera svona eitthvað, já þetta má ekki og þetta ekki siðferðilega rétt og eitthvað svona, en svo þegar þú komin í sko þá stöðu að þurfa að taka tillit til sko hagsmuni og hvað hagsmunir Íslands og svo framvegis sko. Þess vegna höfum við kannski lögin af því að þegar við lendum í snúnu stöðunni að við höfum einhverja leiðbeiningu, einhverja línur í sandinn sem við förum ekki yfir. Því að það væri ekki að það myndi eitthvað reyna á þetta, þá þurfum við ekki að hafa lögin sko. Því þá það bara einn sterki sem Já, og þá erum við Bandaríkin. Þannig að þetta svona, en það náttúrulega sko það sem það náttúrulega gerist náttúrulega að við erum náttúrulega búin að byggja upp okkar kerfi
í öryggis- og varnarmálum þannig að við stólum ekki alfarið en á mjög miklu leyti á Bandaríkin og svo svona kannski rekkur fólk svolítið kút þegar heyrist svolítið annar tónn heldur en gert síðustu áratugi frá Bandaríkjamönnum og þannig að þetta það ekki gott að vera í sambandi við mann sem að segir að mínir hagsmunir munu alltaf gilda númer 1, 2 og 3 Já, og það ekki góður svona félagi sko. Nei og líka sko að þetta séu sko ekki að það séu gagnkvæmir samningar og það sé betra að viðhalda regluverkinu, það best fyrir alla og við græðum mest á því heldur alltaf sko hvað fæ ég út úr þessum tilteknu samskiptum og að þetta sé að sá sem sterkari hann á alltaf að ráða svo veikar á bara að gefa eftir þetta einhver svona hugsunaháttur sem að vera að vinna þarna með eitthvað svona annað gildakerfi heldur hefur verið gert og það nú þannig að bandarska utanríkisþjónustan hefur á að skipa þúsundir færra lögfræðinga og ég þekki nú sem þarna persónulega sem svolítið sjokkeraðir svona aðeins að pæla hvort það gera eitthvað annars Þetta eins og hann kom fram í viðtalinu við hann Bolton sem hann sagði bara passið ykkur bara á því að það ekki á okkur athygli sko. Það svo mikil degla í gangi og óljóst hvert þetta fer. Það svona gaman að tala um þetta. Þess vegna ég held líka sko að það sé ekkert orðið svo gáfulegt hjá íslensku stjórnvöldum að fara með þetta gagnrýna Bandaríkjamenn of mikið. Bara út af því hvað óbúslega háð í öryggis- og varnarmálum. Að íslenskir ráðamenn verða bara svolítið að bíti tungna á sér. Bara því miður. Allavega ekki gera þetta nema og setja þá bara tilbúin til þess að segja upp varnarsamningnum. Já. Þú getur ekki fara að rífa kjaft ef að það raunverulega ekki með neitt vilja til þess að bregðast við. Nei, þetta svona sem ég held að sé raunin með íslensk stjórnvöld og flesta íslenska stjórnmálaflokka að þeir myndu aldrei vilja ögra Bandaríkjunum með þeim hætti að segja að þá bara segjum við varnarsamningnum og gerum samning við Kanada eða ég veit ekki hvernig menn sjá þetta fyrir sér. Nei, og líka hvernig myndu Bandaríkjamenn bregðast við. Það líka eitt. Sko. Og þá fer maður að spyrja sko sem ég hef oft svolítið gaman að fylgjast með svona þessum sem tala harðast fyrir sko það sem þeir kalla fullveldi. Að það svo alltaf mikið hort fram hjá þessu sko. Hérna þegar það kemur að það náttúrulega grunnskylda ríkisins að verja borgarana. En íslensk stjórnvöld ekki að því. Sko ekki að því að ekki sjálf. Heldur hafa raunur útvistað þessa miklu leiti til annars ríkis. Og það með rökum að við höfum ekki mannafla eða getum við bara að fá á ofstóru landi. Þannig að við myndum aldrei geta gert þetta hvað sem En það í því felst náttúrulega að við höfum ekki fullveldi. Nei, sko þú getur alveg sett fram þessa röksemdafærslu sko í staðinn fyrir að vera að trillast yfir bókun 35. Sko. Mér finnst þetta oft svolítið öfugsnúið þessi umræða. En þú hefur nú nefnt það að við ættum kannski að stofna að heyra þannig að þú kannski fellur ekki samþykkir það sem ég var að segja það líki bara í hlutarins eðli að við munum ekki geta varið landið. Nei, sko lykilatriði að geta verið með nóg mikið vesen hann að einhverju sem hugsar menn sér, þetta takk Ísland. Nei, það eru vesen. Veistu hvernig Íranir hugsa þetta mál? Þeir hugsa besta leiðin til þess að verja sig að koma sér upp kjarnorkusprengjur og fá að vera í fríði. Já, kannski það bara málið. Gaman að fá því til þess að tala svona óvissu tíma sem við erum á, bæði það hvort að alþjóðalög og alþjóðadómstólar og fleiri munu halda. Bjarni Már Magnússon, kæra þakkir. Takk. En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja þennan furðulega heim. Næsti kafli eftir augnablik. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði.